Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Farm Arctica framleiðslufyrirtæki á Grenivík sem sérhæfir sig í framleiðslu á lyfjum, snyrtivörum og fæðubótarefnum. Fyrirtækið var stofnað árið 2002, framleiðsla hófst árið 2003 og síðan þá hefur fyrirtækið verið í stöðugri þróun. Þetta byrjaði að framleiða forskriftlyf lækna og snyrtivörur og svo þróaðist þetta svolítið út í það að við förum að fara í að vinna fyrir aðra og það hefur bæst svolítið mikið í það á síðkastið og þróun í rauninni messu áherslan á að þjónusta þá sem eiga vörumerkin og vera framleiðandi fyrst og fremst en ekki kannski markaðsfyrirtæki. Hjá fyrirtækinu vinna 8 starfsmenn sem flestir hafa mikla reynslu í sínu fagi. En hversu mikil framleiðslan hjá Farm Arctica? Við hefum allt frá því að taka bara að okkur einstaka verkþætti í ákveðnu vöru eða taka okkur nánast heila vörulínur og flytja inn öll aðföng og afhenda vörunni tilbúnu í stykkjatali í Reykjavík. Þannig að það er svolítið erfitt að útskýra það hvað framleiðslan er mikil í rauninni. En það er töluvert. Það er alltaf mjög fjölbreytt sem þið eruð að framleiða hérna. Já, það er mjög fjölbreytt. Þetta er svona kannski típist íslenskt fyrirtæki. Við gerum svolítið mikið því að ef við verum framleiðslufyrirtæki í Evrópu sem að sæjum einhverja lausnir eða eitthvað, þá varum við kannski bara að keyra einhverja vikur á sama hlutnum en hér þurfum við kannski að skipta oft á dag framleiðslu. Þannig að út af því að markaðurinn er svo lítill og fyrirtækin eru svolítið að fóta sig í því að komast á erlenda markaði jafnvel og svona, þannig að þetta eru svona svolítið margar vörutegundir, margar vörunúmer. Já, það er þá fleiri tegundir og minna af hverri? Já, það er svolítið svoleiðis. Þið einmitt eruð að framleiða fyrir ýmis fyrirtæki, en svo eru þið nú með eigin vörulínu líka? Já, við erum með apótekavörulínu sem við erum búin að vera með í henni var ábyggilega allan ekki sett á laggirnar bara leið á fyrirtæki á stofnað, ég trúi því. Og er búið að vera inn í apótekunum, er svona bara þessi, eins og ég segi stundum, svona rekstravara heimilisins. Þetta eru rakakrem og sótthreinsiandi og svona ýmislegt sem að heimilið þarf að eiga, en er ekki svona stór, ekkert stórt vörumerki þannig. Hér starfar fólk með mjög fjölbreyttan bakgrunn. Já, það er náttúrulega, það er allt bara frá verkafólki og upp í bara við erum með lyfjafræðinga og líffræðing og líftækni og þannig að það þarf svolítið að vera á þessari hillu sem við þurfum að nota fólk. Það hlýtur að skipta töluverðu máli fyrir ekki stærra bæjarfélag að hafa svona vinnustað? Já, ég vil meina það skiptir máli. Það sé möguleiki að bjóða upp á þessi störf og helst að auka þau. Við búum við það umhverfi blessunarlega að það er starfsmannavelta mjög lítil og þetta fólk er búið að vinna hjá okkur í töluverðan tíma og komið mikla starfsreynslu í faginu, þannig að það hefur komið sér vel. Þú segir að fyrirtæki sé í stöðugri þróun. Hvert stefnir Farm Arctica? Við bara ætlum okkur að halda áfram að vera góð í því sem við erum að gera og helst að auka umfangið og vera sýnileg í þessu. Hafið þið fundið fyrir einhverjum bylgjum, nú náttúrulega er það að framleiða fyrir ýmis fyrirtæki, koma einhverjar tískubylgjur eða eitthvað vinsælla en annað? Já, það er alveg þannig, Það er alveg að koma þegar að D-vitamínið kom inn fyrir einhverjum árum síðan sem svona nauðsynleg fæðubót, þá vorum við vel vör við það var mikil eftirspurn eftir því og sem dæmi, og þannig að það er alveg þannig. Nú fer ýmislegt fram inni í framleiðslusalnum hjá okkur, en þar myndar maður ekki? Nei, við höfum alveg lokað á það. Við erum bara að vinna fyrir svo marga aðila og við viljum halda trúnaðinum í góðu lagi, þannig að við viljum ekki vera að opna mikið á það. Þú ert gæðastjóri hér hjá Farm Arctica. Hvað felst í þínu starfi? Það er í raun og veru uppbygging á gæðakerfinu og að starfsfólk vinni samkvæmt því fyrirkomulagi sem að
það á að gera og já, í raun og veru bara að allir starfi samkvæmt því sem þeir eiga að gera, sko. Það er væntanlega að fara eftir svolítið ströngum kröfum hérna í svona fyrirtæki. Já. Lyfjakröfurnar eru töluvert strangar náttúrulega. Við þurfum að framfylgja GMP-reglum og síðan erum við líka með aðrar vörur og við látum í raun og veru þær líka fylgja GMP-reglugerðinni líka. Þannig að við fylgjum mjög ströngum reglum. Þeir eru líka með ýmsar rannsóknir. Já, við erum í raun og veru, við þurfum náttúrulega að gera rannsóknir á lyfjum og það er svona hluti sem við sjáum og svo sendum við líka í rannsóknir á rannsóknarstofu. Og hvað er hvernig er að taka þátt í starfi á svona fyrirtæki? Það er rosalega gaman. Þetta er náttúrulega lítið fyrirtæki og ég er búin að vera hérna mjög lengi, nánast frá upphafi og við höfum verið að byggja þetta upp og það er rosalega gaman að taka þátt í því og við höfum verið að stækka og vaxa og alltaf að auka við okkur og það er bara magnað að geta tekið þátt í því. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.